Nú ætlum við að fara svolítið yfir hvernig við förum að því að koma upp tengslanetti okkar á Twitter. Eins og þið sjáu að þá afskaplega lítið að gerast á nýju síðunum minni vegna þess að Twitter veit ekkert hvaða áhugamál ég hef út af því að það notar til þess einmitt tengslanetti mitt. Hvernig förum við að því að finna fólk með svipuð áhugamál og við á Twitter? Það tvær leiðir og annars vegar að það að leita eftir ákveðnum notendum sem að við þekkjum eða þá að leita eftir umræðumerkjum sem að við þekkjum. Og eins og ég hef nefnt í fyrri upptökum að þá Íslands samfélag á Twitter sem fjallar menntamál sérstaklega undir umræðumerkinu menntaspjall. Þannig að við getum farið í leitareit og slegið inn þá umræðumerkið #mentaspjall. Og þá fáum við upp nýjustu tístinn, eða reyndar eins og þið sjáu uppi að það merkt við topp núna, að það að segja að þetta eru þá svona nýlegustu og vinsælustu tístinn sem hafa verið send út með umræðumerkinu mentaspjall. Og þegar að ég byrjaði að leita eftir þessu, að þá kemur Twitter með einhverja tillögur fólk sem að mér finnst kannski áhugavert að fylgja, sem að tengist þá þessu umræðumerki. Og hér sjáum við til vinstri á skjánum meðal annars Ingvar Hrannar Ómarsson, þannig að ég ætla að fylgja honum. Og það þarf ekki meira en þetta, að það bara að smella hana á follow og þá ég byrjaður að fylgja viðkomandi og ég sýni ykkur á eftir hvernig við sjáum hverja við erum að fylgja. Nú, svo get ég farið í gegnum nýjustu tístin og séð hverjir eru að tísta og bara valið þess vegna af handahófi að hérna Elínborg og ég ákveð að ég vil fylgja Elínborg. Hér ef ég læt bendilinn hanga aðeins yfir notandanafni Elínborgar að þá kemur upp þessi gluggi og þá get ég bara smellt á follow þar og þá ég byrjaður að fylgja Elínborgu. Ég get líka bara smellt á notanafni hennar og þá fer ég inn á síðuna hennar og geti smellt á follow þar en ég þegar að fylgja henni þannig að það stendur follow. Ég ætla að fara tilbaka í mentaspjall og sýna ykkur hvernig við getum gert síðan líka að þegar að við erum byrjuð að fylgja einhverjum, við getum notað þá til þess að halda áfram að byggja upp okkar tengslanett. Ég ætla að fara aftur á mína síðu og sjáum nú hvernig hún hefur breyst. Út af því að ég byrjaði að nota Twitter, ég byrjaði að tengja öðru fólki, þannig að Twitter komin með hugmyndir hver mín áhugamál eru. Þannig að allt í einu ég komin með tíst sem að ég farin að sjá, sem að eru bara eitthvað sem að tengist mentaspjalli. Már Ingólfur Másson, hann einn af mörgum íslenskum kennurum sem duglegur að tísta á mentaspjall og eins allir þessir sem að birtast á hægri hönd á síðunni minni að þetta fólk sem að mjög virt á Twitter og mjög virt á mentaspjalli og þess vegna ákveður Twitter að sýna mér þá. Og ég geti farið í gegn og bara smelta á follow og þá heldur Twitter áfram að koma með fleiri uppástungur og ég get haldið á hún þetta kem ég verð að fylgja mér. Nú, þegar ég farin að koma svolítið upp þessu tengslanetti að þá ég komið með lista hverjir ég following sem að stendur undir notanafnum mínu hér. Ef ég smelli á það, þá fæ ég upp lista yfir þá sem að ég að fylgja á Twitter. Og þetta eru bara þeir sem að ég hef smellt á núna. Og ef ég smelli á nafn
viðkomandi hér, að þá fer ég á síðu þeirra. Ég ætla að fara hérna á síðu hans Ingvar Hrannars og þar get ég meðal annars séð að Ingvi Hrannar að fylgja 1715 manns á Twitter og ég get bara smellt þar á og séð hverjir það og ég get farið í gegn og valið að ef það einhverjir hérna sem að ég vil fylgja að þá get ég bara smellt á follow þar. Og þess vegna mæli ég með að allir byrji kannski á því að kíkja aðeins á hjá Ingvar Hrannari og það að hann líka með lista og þar sem sagt 2 listar, annars vegar þeir sem tóku þátt í ráðstefnunu UDís 2017 í fyrra en síðan líka Íslendingar sem tengjast menntamálum sem listi komin upp í 948 manns og við getum smellt þar á og séð hverjir það og og hvað þeir tísta og einnig get ég gerst áskrifandi að þessum lista Ingvar Hrannars. Þannig ég ætla að smella á subscribe og þá ef ég fer aftur á mína síðu að þá ég svolítið þetta farið svolítið að lifna við og ég farin að sjá fleiri tíst og frá fleira fólki og ég get sem sagt haldið áfram að smella á hvern ætti ég að fylgja og þess áttar og þannig komið mér upp tengslanetti og með þessu tengslanetti að það sem að ég vil markmiðið mitt með tengslanetinu náttúrulega auðvitað að vera svolítið í sambandi við þetta fólk en líka að með tengslanetinu að þá ég svolítið að stýra því hvað ég sé á þessari heimasíðu minni á Twitter.